Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Í menningarhúsinu Hofi á Akureyri eru nú sýnd verk eftir listamannin Stefán V. Jónsson Stórval. Sýningin er haldin í tilefni þess að 110 ár eru liðin frá fæðingu hans. Sýningin er jafnframt hluti af listasumri á Akureyri. Tinna Stefánsdóttir er barnabarn Stórvals og hún bar hitann og þungan af uppsetningu sýningarinnar. Hvernig gekk að safna saman öllum þessum myndum? Það gekk bara ótrúlega vel. Við náttúrulega fjölskyldan eigum alveg ógrynni af myndum eftir hann og það voru allir í fjölskyldinni tilbúnir að lána mér myndina sínar fyrir sýninguna. Þannig að það var bara ekkert mál. Þetta leyndist upp á veggjum og bak við hörð og inn í geymslum hjá öllum í fjölskyldinni. En Stórval, hann var mjög afkastamikil. Algjörlega. Hann var þekktur fyrir það að mála hratt og margar myndir. Það var eiginlega það sem skipti mestu máli hjá honum. En hann málaði, ég er ekki alveg með á hreinu, en alveg bara 1000 mynda yfir ævina. Hann var á margan hátt einstakur listamaður, getum við sagt. Já, sumir vilja segja skrítinn, en mér finnst einmitt skemmtilegra að segja bara að hann hafi verið einstakur og litskrúðugur karakter og hann setti svo sannarlega lit á bæjarlífið eins og í Reykjavík. En í dag, ég til dæmis á listmun á uppboðum, hans verk, eru þau metin að verðleikum? Já, heldur betur. Þannig að maður sé svona annars slagið verk eftir hann á uppboðum fyrir sunnan á svona galleríum og svona, en ekki reyndur á vegum okkar fjölskyldunar. En þau verk eru að fara alveg á 100.000. En Stórval, hann var ekki bara málari, hann söng og spilaði? Já, þekktur fyrir það. Var gjarnan út á götum með harmonikuna sína og spila fyrir fólk og spjalla við fólk, segja sögur. Þannig að hann kom víða við. Þú varst í 6 ára þegar hann lést. Hvaða minningar áttu hann? Þó ég hafi nú verið ung, þá á ég samt alveg svona sterkar minningar og ég man alveg eftir heimsókn minni til hans á Hverfisgötu með fjölskyldunni minni og þar var náttúrulega bara heimilið hans bara málverk og málning út allt og þetta var bara svona æðislegt fyrir mig sem barn að koma þarna í heimsókn. Ef við skoðum í 2 myndir, Herðubreið var hans fjall. Já, það var eiginlega bara ástin í lífinu hans. En þótt að Herðubreið hafi verið honum svona ofarlega huga, þessi mynd hérna, hún er nú fræg. Hún er rosalega fræg þessi. Hún er sem sagt í eigu listasafns ASÍ og þau voru svo indæl að lána okkur hana á sýninguna. Og hún er svona fræg fyrir það að þegar hann, Stefán, hélt myndlistarsýningu einu sinni út á Lækjartorgi, þá var hann með þessa mynd til sýnis. Hann alltaf málaði gjarnan hesta og var rosalega hrifinn af þeim. En þessi mynd heitir Vorleikur og hún var gerð upptæk af lögreglunni af því hún þótti allt og dónaleg, þótti hneyksla borgarbúa. Þannig að hann var náttúrulega mjög ósáttur með það og var heillengi að fá þessa mynd tilbaka. En ég veit ekki hvað þér finnst, en mér finnst hún ekkert rosalega dónaleg. Þetta er svona með frægari myndum hans? Já, hún er það. Svona þekktasta myndin eftir hann. En þessi litla vatnslita-mynd sem hangi hérna uppi, hún er ykkur í fjölskyldunni einstaklega kær? Já, okkur þykir svolítið vænt þessa mynd af því að þessa mynd málaði hann af móður minni á bara banalegunni. Hann lést á Borgarspítalanum og þar færðu hjúkrunarfræðingarnir honum bara vatnslitamálingu af barnadeildinni og þar fekk hann að mála bara þangað til hann dó. Þannig að við teljum að þetta sé mögulega síðasta myndin sem hann málaði áður en hann lést þarna 94. Er þessi sýning okkur kær? Algjörlega. Ég er rosalega stolt af þessu og mér finnst svo gaman að hafa getað opnað hana á 110 ára afmælinu hans og þetta er búið að vera svona smá, mér ofarlega í huga að halda sýningu á verkum hans. En hún stendur til 25. ágúst, þannig að ég bara hvet alla til að koma og skoða.
Fimmtudaginn 5. júlí klukkan 11 verður sett á laggirnar listasmiðja í Hofi þar sem börnum gefst tækifæri til þess að koma saman og mála sitt eigið verk í anda Stórvalls undir leiðsögn Höllu Jóhannesdóttur. Listasmiðjan hentar aldurshópnum 5 til 10 ára en börn á öllum aldrin er að sjálfsögðu velkomin í fylgd með forráðamanni. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.